Hinrik og Gyrðir voru einmanna þegar Tommi fór frá stöðinni til að sjá sérleiðina sína. Þeir söknuðu hans mjög mikið. Nú þurftu þeir að vinna meira og sækja vagnana sína sjálfir. Þeim leiddist það. Jakob var líka ósáttur. Við fáum aldrei neina hvíld, sögðu þeir óánægðir. En vagnarnir hlógu að þeim. Þið eru bara letingjar, svöruðu þeir. En einreiðarnar voru farnar að valda feita umsjónarmanninum miklum erfiðleikum. Á báðum endastöðvunum var snúningspallur. Feiti eftirlitsmaðurinn hafði komið þeim upp svo hægt væri að snúa stóru einreiðunum við, því þær þola ekki að fara mjög hratt aftur á bak. Minni einreiðar eins og Tommi þurfa ekki snúningspalla. Þær komast jafn hratt aftur á bak og áfram. En eins og Gyrðir talaði hefði mátt halda að feiti eftirlitsmaðurinn hefði látið hann fá snúningspall bara til að sýna honum hvað hann væri mikilvægur. Þú skilur ekki, Tommi litli. Við stærri einreiðarnar verðum að gæta að stöðu okkar. Það skiptir engu máli hvert þú ferð, en við erum mikilvægar og það er bara ekki viðeigandi að láta okkur í að færa til kolavagna hér á stöðvarsvæðinu. Tommi hló og fór ásamt Önnu og Klöru. Til skammar hvæsti Gyrðir og bakkaði inn á snúningspallinn. Snúningspallurinn var á vindasömum stað við ströndina og ef ekki var farið hárrétt upp á hann var hann ekki í jafnvægi og erfitt að snúa honum. Í dag var Gyrðir í vondu skapi og það var hávaðarok. Lestarstjórinn reyndi að láta hann stansa á réttum stað en Gyrðir var ekki að reyna. Kindarinn ætlaði að snúa handfanginu en rokið og þyngdin á Gyrði kom í veg fyrir það. Þetta gengur ekki, sagði hann loks. Þú ert ekki í jafnvægi. Ef þú væri lítill togvagn væri allt í lagi en nú neyðistu til að draga næstu lest aftur á bak. Sko, kölluðu litlir strákar, þarna er nýr togvagn. Ó, þetta er bara Gyrðir að fara aftur á bak. Halló, kallaði Tommi, ertu að leika togvagn? Sniðugt hjá þér. Akkur leggurðu þig ekki bara í dag? Gyrðir sagði ekki neitt. Meira segja Jakob hló þegar hann sá hann. Gættu þín, hvæsti Gyrðir, pallurinn getur fest hjá þér líka. Engin hætta, hló Jakob, ég er ekki eins feitur og þú. Hann má ekki festast, hugsaði Jakob. Hann stansaði á hárréttum stað til að pallurinn væri í jafnvægi. Hann snerist auðveldlega. Gyrðir kom mátulega til að sjá allt. Jakob snerist, en allt of auðveldlega. Vindurinn snér honum eins og skopparakringlu. Já, hérna, sagði Gyrðir. Ertu að leika hringekju? Aumingja Jakob svimaði þegar hann hökti inn í skýlið án þess að segja orð. Þá kvöldið héldu einreiðarnar 3 baráttufund. Það er til skammar að koma svona fram við einreiðar. Gyrðir verður að fara aftur á bak svo fólk heldur að það sé togvagn. Jakob snýst eins og skopparakringla og það er hlegið að okkur og til að bæta gráu ofan á svart lætur feiti umsjónarmaðurinn okkur færa til vagna. Oj! Heyrið, sagði Gyrðir. Hann hvíslaði eitthvað að hinum. Við gerum það á morgun. Náum okkur niðri á feita umsjónarmanninum. Einreiðarnar höfðu ákveðið að fara í verkfall.